Siente
Passa Tómas Einarsson og píanó Kjartan Valdimarsson. Við byrjum á salminum Herran sé eina huggun mín úr Gullnahliðinu og það er Jón Davíðs og áfram höldum við næstara Snát og Óli.
skemmtilega tónleikana býtt þeim til Björkonum sem söng í mörg 100 ári í kór hjá Jóníka. Ég ætla alltaf að syngja í söngskólanum í gamla daga, söngkantri. En nú ætla ég að syngja það. Það er ljóð Stefáns á Hvítadal.
heitir Frá liðnum dögum. Þegar við vorum að undirbúa þetta verkefni þá ekki farið á útvarp að hlusta, af því það er ekki mikið til á þeim diska sem það verið gefnir út í löngu uppsettir. Og ég fann upptöku, stórkostlega upptöku af þessu lagi með Guðrúnu og Símonar með útvarpshljómsveitinni síðan sko 50 og eitthvað. Og já, þannig að við miðum okkar útsetningu við þá útsetningu. Hún er ekki alveg eins og píanóútgáfan. Þetta heitir sérst Frá liðnum dögum. Guðmundur Jónsson gerir líka mjög þekkta útgáfu. Það var píanó skref, útsetna allt sitt sjálfur og þetta er svona með sinfónísku útgáfu Frá liðnum dögum.
spurði hvort ég væri til í að gera þetta prógram, Dóttir Páls, og þetta í raun og svolítið gamall draumur vegna þess að ég var í söngskólanum, söng í Bílfjöldubjörnskólanum í Djúpavogi og komst inn á því. Og svo fyrsta stigspróf sem ég tók, þá söng ég Snata Óla, tók annað stig, og Þuríður Pálsdóttir, söngkona systir Önnu, var prófdómarinn minn. Og ég man ég fekk rosa flott eitthvað svona bla bla bla, söng þetta svona, og Snata Óli rosa bla bla, og svo kom bara neðst svona innan gæsilega, söngkonu efni, Þuríður Pálsdóttir. Ég lærði ekki henni, ég lærði hjá Guðmundi Jónssoni í söngskólanum, mjög heppin, ein af þeim fáu stúlkum sem við fekk að læra hjá Guðmundi, og þurfti að taka í nefið í 3 ár söngskólanum. Það var líka mjög fyndin saga, það er undirleik, það var alltaf einu sinni viku undirleikar, einn einkatími og einn undirlegstími. Og undirleikarinn var enginn annar en Ólafur Vignir Albertsson sem var píanókennarinn hans Kjartans líka. Og þeir voru Guðmundur var með bara dósina, bara beint úr líkinu, plastdós. Meðan Ólafur var svona flottur alltaf með slaufu og jakka og með svona silfur. Tóku báður í nefið, alveg grimmt. Og svo, stelpa, syngdu, og söng maður og það var eitthvað rætt og svo var tekið í nefið og Svo alltaf þegar ég var búinn, þá kom tíminu eftir, þá var Þuríður Páls með Ívonu Jagla, píanista, og Hulda Björk, Garðarsdóttir, sópransöngkona, sem vorum samfélag í söngskólanum, koma eftir. Og fyrsta sem Ívona þurfti alltaf að gera var hún gat spila og að dusta af píanóinu. Allt tóbaki sem var samast þetta á félag. Og einmitt í söngskólanum, það var hann á Hverfisgötunni, nú var þetta bara eitthvað hótel eins og annarkvært hús í Reykjavík í miðbænum. Það var alltaf söngdeild einu sinni í viku og ég man ég heyrði Þóru Einars, sópransöngkonu, syngja næsta lag, fyrsta skiptið þá. Og ég söng það aldrei sjálf, en ég hugsaði bara leiðið yfir það, vá, þetta er ekki sönglega, þetta er jazzlag, hugsaði ég. Svo mátti aldrei gera neitt sko, svo fekk ég leyfi núna, nú fáði að heyra það. Það var söngur Bláa nunnanna. Og það er ljóð Páls í Davíð Stefánssonar. Þeir eru bara svona eins og Rodgers og Hart, þeir eru svona mjög gott par.
síðasta lagið okkar. Gefum aftur gott til Matthías Hemstók, Tómas Reynisson og Kjartan Magnússon. Þetta lag söng ég reyndar í söngskólanum. Þetta er alveg bara draumaprógrammi, sko. Skín sól á sundin blá og sitti þá sæin frá og skipið lagði landi frá. Ég horfi ein á eftir þér og skipið ber þig burt frá mér. Ég horfi ein við ystu skil.
kvöldsins og geta það þess baukala. Það skrifa fyrir kallakór. Brenni